Við vorum með Rapid Process Improvement Workshop heila viku núna til að skoða lyfjaferli á lungnadeildinni. Við sáum það var alltaf 40% af tíma hjúkrunarfræðings á morgunvakt í því að taka til lyf og gefa lyf. So first of all, medication safety is an international concern, and the greatest time of concern is from the time a nurse is gathering medications until the medications are given to the patient. And the area of greatest safety risk is when a nurse is interrupted. We studied the process of a nurse gathering their medications beforehand, and it took about 55 minutes. Já, mikið tími sem fór í hreyfingar og leita að hlutum. And by the end of the week, the process was stable and reliable at 33 minutes. And that doesn't really sound like a lot of time, but when you think that it's a 19-minute cycle to prepare and get those meds ready, and that happens twice a day, you're really looking at freeing up a significant amount of nursing time if you multiply those minutes by the number of times we do them a day and the number of days a week we do them. Þannig að tímanum verður þá betur varið í að sinna öðrum verkefnum sem hafa setið eftir og hjálpar okkur að mæta skorti á hjúkrunarfræðingum og minnka álag í þeirra starfi. Við vorum með marga aðila, bæði hjúkrunarfræðinga, lyfjafræðinga og frá upplýsingatækni að skoða þetta frá með næstu viku. Alla hjúkrunarfræðingarnir að skammta lyf og gefa lyf bara einum í einu en ekki mörgum og lyfjatæknarnir ætla að fara að skammta lyf í skúfu fyrir 2 daga og 3 daga en ekki viku eins og það hafa verið að gera og gera það upp á deild. Þau fá skjái sem eru endurnýttir og þannig að það sjá betur það sem þeir eru að gera. Við ætlum að prófa lyfjavagn. Þannig að við erum strax komin með ákveðna niðurstöðu sem við byrjum á að setja í framkvæmd í næstu viku. Samhliða þessi vorum við að læra þessa aðferðafræði sem er Rapid Process Improvement Workshop til að við getum notað þetta á bara öll önnur ferli og prófa hvort við getum náð meiri árangri. Það eru alveg ótal verkefni sem kom í kjölfarið en við munum fylgja svo mjög þétt eftir núna næstu 30 daga.